Hið almenna bréf Jakobs. 1. kafli. Jakob, þjónn Guðs og drottins Jesú Krists, heilsar þeim 12 kynkvíslum í dreifingunni. Kæri söfnuður, álítið það mesta fagnaðarefni þið ratið í ýmis konar raunir. Þið vitið að trúfesti ykkar vekur þolgæði, en þolgæðið á að birtast í því sem þið gerið, til þess að þið séuð fullkomin og alger og ykkur sé í engu ábóta vant. Ef einhvern mann í ykkar hópi brestur visku, þá biðji hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. En hann biðji í trú án þess að efast. Sá sem efast líkur sjávaröldu rís og hrekst fyrir vindi. Sá maður má eigi ætla að hann fái nokkuð hjá drottni. Hann tvílyndur og reikull í öllu atferli sínu. Sá sem lágt settur, hrósi sér af upphefð sinni. Auðmaðurinn af allsleysi sínu, því að hann mun líða undir lok eins og blóm á engi. Sólin kemur upp með steikjandi hita og svíður grasið og blóm þess fellur og fegur þess verður að engu. Þannig mun og auðugur maður visna upp á vegum sínum. Sæll sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins, sem hann hefur heitið þeim elska hann. Enginn má segja hann verður fyrir freistingu, Guð freistar mín. Hið illa getur eigi freistað Guðs og sjálfur freistar hann einskis manns. Það eigin girnd sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir. Þegar girndin síðan orðin þunguð, elur hún synd, og þegar syndin orðin fullþroskuð, leiðir hún til dauða. Villist ekki, elskuð systkin. Sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa ofanað frá föður ljósanna. Hjá honum engin umbreyting né flöktandi skuggar. Hann ávallt hinn sami. Hann ákvað að láta orð sannleikans vekja okkur til lífs, til þess að við skildum vera frumgróði sköpunar hans. Vitið þetta, elskuð systkin. Hver maður skal vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði. Því að reiðimanns ávinnur ekki það sem rétt í augum Guðs. Leggið því af hvers konar saururleik og alla vonsku og takið með hóværð á móti hinu gróðursetta orði frelsa getur sálir ykkar. Verið gerendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur. Því að hlýði einhver á orðið, án þess að fara eftir því, hann líkur manni skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, verður sæll í verkum sínum. Sá sem þykist vera guðrækinn en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans fánýt. Hrein og flekklaus guðrækni fyrir Guði föður að vitja munaðarlausra og ekna í þrengingum þeirra og varðveita sjálfan sig óflekkaðan af heiminum. Jakobsbréfið, 2. kafli. Bræður mínir og systur, þið sem trúið á Jesú Krist, dýrðar drottin okkar, farið ekki í manngreinarálit. Nú kemur maðurinn í samkundi ykkar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnframt kemur fátækur maður í óhreinum fötum. Ef öll athygli ykkar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þið segið, settu þið hérna í gott sæti, en segið við fátækamannin, stattu þarna eða settu þið á gólfið við fótskör mína.
hafið þið þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með illum hvötum. Heyrið, elskuð systkin. Hefur Guð ekki útvalið þá sem eru fátækir í augum heimsins til þess að þeir verði auðugir í trú og erfi ríkið hann hefur heitið þeim sem elska hann? En þið hafið óvirt hinn fátæka. Eru það þó ekki hinir ríku sem undirroka ykkur og draga ykkur fyrir dómstóla? Eru það ekki þeir sem lastmæla hinu góða nafni sem nefnt var yfir ykkur? Ef þið uppfyllið hið konunglega boðorð ritningarinnar, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig, þá gerið þið vel. En ef þið farið í manngreinarálit, þá drýgið þið synd og lögmálið sannar upp á ykkur að þið séu brotamenn. Þótt einhver héldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá hann orðinn sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið eins og þeir dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Því að þeim sem ekki auðsýndi miskunn verður ekki sýnd nein miskunn í dóminum. Í dóminum má miskunnsemin sín mest. Hvað stoðar það, bræður mínir og systur, þó einhver segist hafa trú en sýnir það eigi í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvert ykkar segði við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarnast, hvað stoðar það? Eins líka trúin ein og sér dauð, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Þú trúir að Guð sé einn, þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýt án verkana? Réttlættist ekki Abraham faðir okkar af verkum hann lagði son sinn Ísak á altarið. Þú sérð að trúin var samtaka verkum hans og að trúin fullkomnaðist með verkunum. Og ritningin rættist sem segir, Abraham trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Og hann var kallaður vinur Guðs. Þið sjáið að maðurinn réttlætist af verkum en ekki af trúni einni saman. Svo var og skækjuna Rahab. Réttlættist hún ekki af verkum hún tók við sendimönnunum og lét þá fara burt aðra leið. Eins og líkaminn dauður án anda, eins trúin dauð án verka. Jakobsbréfið, 3. kafli. Verðið eigi mörg kennarar, bræður mínir og systur. Þið vitið að við munum fá þyngri dóm. Öll rösum við margvíslega. Rasi einhver ekki í orði, þá hann maður fullkominn, færum að hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum herstonum beisli í munn til þess að þeir hlýð okkur, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjáið einnig skipin svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum. Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvert sem stýrimaðurinn vill. Þannig einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjáið hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur meðal lima okkar. Hún flekkar allan mannin og kveikir í allri tilveru hans en sjálf tendruð af helvíti. Allar tegundir dýra og fugla, skriðkvíkind og sjávardýr má temja og hafa mennirnir tamið, en tunguna getur engin maður tamið,
þessa óhemju sem full af banvænu eitri. Með henni vegsömum við drottin okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera, bræður mínir og systur. Gefur sama lindin bæði ferskt og beiskt vatn? Mun fíkjutré, bræður mínir og systur, geta gefið af sér ólífur eða vínviður fíkjur? Ekki getur heldur saltur brunnur gefið ferskt vatn. Hver vitur og skynsamur á meðal ykkar? Hann sýnir það með því að vera hólátur og vitur í allri breytni sinni. En ef beiskur ofsi og eigingirni býr í hjarta ykkar, þá stærið ykkur ekki og ljúið ekki. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarnesk, andlaus, djöfurleg, því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins spilling. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunnar og góðra ávaxta, óhlutdræg, hræsnislaus. En friðflytjendur uppskera réttlæti og frið. Jakobsbréfið, 4. kafli. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið biðjið ekki. Þið biðjið og öðlist ekki af því að þið biðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vinátta við heiminn fjandskapur gegn Guði? Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. Eða haldið þið að ritningin fari með hégóma sem segir: þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur? En því meiri náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin: Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflunum og þá mun hann flýja ykkur. Nálægið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar, þið syndarar, og gerið hjörtun flekklaus, þið tvílindu. Berið ykkur illa, syrgið og grátið, breytið hlátri ykkar í sorg og gleðin í hryggð. Auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvert annað, systkin. Sá sem talar illa bróður sinn eða systur, eða dæmir þau, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómari þess. Einn löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segið: í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar 1 ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Í stað þess ættu það að segja: ef drottin vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungskap. Allt slíkt stærilæti vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott, en gerir það ekki, hann drýgir synd. Jakobsbréfið, 5. kafli. Hlustið á, þið auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágjendum sem yfir ykkur munu koma. Auður ykkar orðin fúin og klæði ykkar orðin möljetinn. Gull ykkar og silfur orðið riðbrunnið og riðið á því mun vera ykkur til vitnis og éta hold ykkar eins og eldur. Þið hafið safnað fjársjóðum á síðustu dögum.
Launin sem þið hafið haft af verkamönnunum sem slógu lönd ykkar, hrópa og köll kornskurðarmannanna eru komin til eyrna drottins hersveitanna. Þið hafið lifað í sællíf á jörðinni og í óhófi. Þið hafið alið hjört ykkar á slátrunardegi. Þið hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitir ykkur ekki viðnám. Þreyið því systkin, þangað til drottin kemur. Sjáið akuryrkjumanninn. Hann bíður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Verið þið einnig þolinmóð, styrkið hjört ykkar því að drottin er í nánd. Kvartið ekki hvert yfir öðru systkin, svo að þið verðið ekki dæmd. Dómarinn stendur fyrir dyrum. Bræður og systur, takið spámennina til fyrirmyndar sem talað hafa í nafni drottins og liðið illt með þolinmæði. Því við teljum þá sæla sem þolgóðir hafa verið. Þið hafið heyrt þolgæði Jobs og vitið hvaða lyktir drottin gerði á högum hans. Drottin er mjög miskunnsamur og líknsamur. En umfram allt, bræður mínir og systur, sverjið ekki, hvorki við himinin, né við jörðina, né nokkurn annan eið. En já ykkar sé já, nei ykkar sé nei, svo að Guð dæmi ykkur ekki. Líði nokkur illa ykkar á meðal, þá biðji hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Sé einhver sjúkur ykkar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðja fyrir honum. Trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa dríkt verða honum fyrirgefnar. Játið því hvert fyrir öðru syndir ykkar og biðjið hvert fyrir öðru til þess að þið verðið heilbrigð. Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið. Elía var maður eins og við. Hann bað þess heitt að ekki skyldi rigna og það rigndi ekki yfir landið í 3 ár og 6 mánuði. Hann bað aftur og himinin gaf regn og jörðin bar sinn ávöxt. Bræður mínir og systur, ef einhver meðal ykkar villist frá sannleikanum og einhver snýr honum aftur, þá viti hann að hver sem snýr syndara frá villuvegar hans mun frelsa sálu hans frá dauða og bæta fyrir fjölda synda.